Segðu mér, Sigmundur, hver var svona rauði þráðurinn í gegnum hönnunina á þessum stöðum? Ég held að það hafi ekki verið neitt rauður þráður, ég var alltaf komið á sjálfum sér. En þetta heild sko og sjá hana allir sem heild. Þetta ekki, þú veist, miðað við hvað maður var að gera og hefði þetta geta verið svona svo gúllas. Ég get sagt að þetta verði til jafnóðum en samt ekki því að maður búinn að hugsa eitthvað sko í 2-3 mánuði þegar við komum að þessum þarna þá höfum við þetta svona. Þannig að ég búinn að hugsa þetta rosalega mikið. Þetta kemur ekki bara að sjálfu sér. Þó ég geti sagt það svona léttum dúr sko. Þegar ég opnaði Bláu konuna kom kona sem var skólasystir mig sem komur ekki og var að hjálpa okkur þegar við opnuðum. Hún var lærður innanhúsarkitekt, frekarinn arkitekt. Hún sagði við Bjarnavin svona getum við ekki gert. Af því, og ég veit eiginlega hvað hún átti við. Hún getur ekkert sko þegar hún vinna fyrir aðra. En það er alltaf hvað maður gerir sjálfur fyrir sjálfan sig. En það gerir maður þetta bara einu sinni á hverju stað, sko. Þessu bláa kannan er svona, græni hatturinn er svona, götubarinn er svona. Sem betur við þá er ég ekki endurtaka mig. Já, ég fer með vírbust á mikið af svona eldri viði, eða sem er búinn að liggja, sko. Ég segi þetta sé alveg sérstakur prósess, sko, að láta það liggja úti, sko, nokkur ár. Þá fær maður svona gráma, þá er ég svo að byrja að fúna, það kom í það, sko. Svo púsar maður þetta með vírbusta, svo fær maður þetta bara svona skemmtilega áferð. Það er endur nýttir hlutirnir hérna. Ég myndi ekki vilja byggja nýtt hús frá grunni. Það var gaman að kaupa hús, laga til og breyta þetta sínu höfði eða sjá möguleikana, sko. Laga til.